Komiði sæl og velkomin í spjall í Smárakirkju. Við erum með góða gesti hérna í sófanum hjá okkur í dag. Fyrst nefni ég Valdimar Þór Svavarsson, framkvæmdastjóra Samhjálpar. Hann með BA-gráðu einnig í félagsráðgjöf og framhaldsnám mastersgráðu í stefnun og stjórnun og stefnumótun. Já. Og svo erum við með Sigurbjörgu. Ég hér, forstöðumaður Smárakirkju. Forstöðumaðurinn okkar í Smárakirkju og við ætlum að spjalla saman í tilefni þess að nú er veirufaraldur að geisa. Já. Og mikill ótti oft inn á heimilunum og jafnvel með heyri það að mismunandi mikill samt hversu alvarlega fólk tekur þessu varðandi að óttast það, en okkur langar að ræða aðeins saman lífið og tilveruna í skugga svona faraldurs. Nú samkomubann, við megum ekki hittast það mörg saman, fjarlægð á milli, það má ekki takast í hendur, það má ekki kyssast á kinnina. Nei. Og svo framvegis. Og kannski fyrsta spurningi til þín, Valdimar. Ertu með eitthvað svona fyrst, kannski bara svona almenna ráðleggingu það hvernig fjölskyldur geta tekist á við þetta ástand sem hún þetta óvenjulega ástand sem hún Já. Bara svona almennt fyrst. Já, svona almennt talað sko, þá þetta það bara þekkt að það ákveðin svona grunnur sem skiptir okkur bara öll ofboðslega miklu máli. Hann ekkert flókinn, hann ekkert rosalega svona sexy, það oft sem fólk svona orðið þreytt að tala um það, en það hvernig við bara stýrum svefni, mataræði og hreyfingu hefur alveg óbúslega mikið að segja. Og í svona ástandi sem að sannarlega óvanalegt, að þá þetta fljótt að riðlast og það fljótt að hafa áhrif. Þannig að það eitt og sér að svona öll fjölskyldan hugi að því að halda áfram rútínu og svona borða meira hollt en óhollt og fara út og hreyfa sig. Það verður seint fullmetið sko. Þannig að með öðrum orðum heyri ég og segir sko það að þurfa að vera heima núna mikið og jafnvel heima frá vinnu. Þetta gengur ekki út á það að hegða sér eins og væri fríhelgi. Kaupa fullt af snakki, vaka og horfa á sjónvarp fram á nótt og reyna svo að sofa daginn eftir eitthvað svona. Það ekki, þú ert að reyna meiri aga, meiri reglu. Já, sko, ég held þegar öllu að botning kvöld. Og nú hef ég unnið mörg ári í ráðgjöf ýmiss konar og svo hefur maður þurft að svona takast á við sjálfa sig í 20 ár eins og leigubílstjórinn skal og þegar öllu á botni kvöld þá rauninni sko í mínum huga svona svolítið barátta góðs og ills í mínu lífi. Hún þessi fjölmörgu skipti á hverjum einasta degi sem ég stend frammi fyrir vali. Akkurat. Og valið tvenns konar. Það annars vegar það sem að sko mér finnst gott og hins vegar það sem rétt fyrir mig og þarna bara himinn og haf oft á milli og bara svona ef við tökum eitthvað dæmi einmitt, þú vaknar upp og af því að það samkomubann og lítið við að vera þá varstu kannski bara að horfa á Netflix fram eftir í gærkvöldi og mistir þig kannski aðeins í popp og nóakropp og eitthvað svona og svo vaknar og það svona smá vindur úti og þá kemur svona hugurinn sem að vill nú helst svona sækja eitthvað breytt hugarástand og segir sko nú væri notalegt að fyrsta lagi bara kúra aðeins lengur og það ætlað að fara á lappir og gera ákveðna hluti aðeins svona kannski sofna í 2 tíma í viðbót jafnvel þú veist og samt kemur alveg læðist þessi hugmynd sko já en yfirleitt ferða nú ekkert vel í mig að sofa of lengi sko. En við látum oft svona í augnablikinu hljómar þetta eins og þetta sé gott fyrir mig, sko. Og svo kannski, eða þú veist, það væri gaman að fara bara fram og hendi pönnukökur. Og jafnvel bara þeita rjóma og taka þetta alla leið, sko. Það hljómar svona eins og gott, sko, alveg gott. En það svo einhver önnur svona rödd, eitthvað innsæi sem ef við hlustum á það, ef við tilbúin til þess, sem kannski segja nei, veistu, við höfum oft gert þetta, sko. Og einhvern veginn yfirleitt ekki verið álag með útkomuna, sko, þú veist. Það svona þú búið með pönnukökurnar og þær urðu aðeins fleiri en þú ætlaðir og það komið svona flögt á blóðsykur, nú ert orðinn hundþreyttur eða þreytt og
þá svona ágætt að fara bara og kíkja kannski eitt þátt í sjónvarpinu frekar en að fara og gera eitthvað og svo eru börnin að biðja eitthvað og þú svona hálf kemst ekki í það þreyttur og hérna illa fyrir kallaður og þá fer maður kannski vera jafnvel leiðilegur skapin í þokkabót og að því að þetta allt komið í sveiflur orkan og allt það, þá svona eiginlega bara maður er hungraður sko, áður maður ætti að vera hungraður og þá nú alveg eins gott að fá sér bara hambúrgar og franskar, veist, maður búinn að fá sér pönnukökurnar, þetta hvort alveg ónýtt sko, þú veist, en svo þessi hin röddin sko sem segir, já en sko það sem rétt fyrir þig, það sem alltaf virka best, að reima á því skó og fara í vindjakkan og fara út þó þessi smá vindur og bara labba í 20 mínútur og svona skipuleggja daginn og eiga þína stund hver sem hún til þess að svona styrkja grunninn, komast einhvern veginn inn í daginn svolítið svona við stjórn, þú ert svolítið svona í staðin fyrir að svona lífið sparki þér áfram yfir daginn, að þá þú svolítið svona, eins og sagt á ensku, on top of things og það bara gríðarlegur munur hvernig maður fer inn í daginn, hvort maður gerir það svona að fylgja kannski þessum svona hugmyndum hvað gott fyrir mig akkurat núna sem getur alveg verið gott í augnablikinu sko, en til langs tíma þetta oft ekki gott. Nú hefurðu sinnt ráðgjöf í gegnum tíðina og þarna kemur inn á mjög mikilvægan punkt, en kannski svolítið viðkvæman líka því til að ég hef á tilfinningunni að sumir hafið og margir og jafnvel fjölskyldur hafið tekið þessu til að byrja með svona svipa eins og þau gerðu þegar vondaveðrið var að koma inn í janúar og þau fóru út að búa og keyptu snakk. Skilju, að hvað myndirðu, sko, eins mikilvægt að þetta að halda reglunni og halda hreyfingunni, halda góðum svefni og svo framvegis, hvaða ráð hefurðu til þeirra sem eru hreinlega bara í erfiðleikum með að ná þessum saman inn í þetta svona form og eru meira í helgarfríinu eða í sumarbústaðnum eða eitthvað slíkt. Eru til einhver góð ráð, eiga það að byrja að setjast niður og ræða saman þetta, eiga það að ákveða þetta, hvernig kemst fólk inn í gírinn sinn aftur? Akkurat, það mjög góð spurning því að svarið auðvitað bara mismunandi eftir einstaklingum. Hvað það sem að svona hvetur þig áfram? Hvað kveikir í þér? Hvað það sem að ég til dæmis í morgun fékk ég beiðni á Facebook, boði í einhvern hóp sem að heitir sko hreyfi áskorun í apríl og það eitthvað fullt af fólki sem bara að koma saman og þar verið að svona setja inn já ég gerði þetta í dag, þú veist, svona það bil 30 mínútna hreyfing. Þetta kveikti bara mjög í mér. Þetta eitthvað sem hvetur mig áfram. Það getur verið mjög mismunandi hvað það en það allavega alveg ljóst að sko og bara sálfræðin og allar kenningar sem snúa því að svona að hjálpa okkur við að líða betur. Það snúa mjög mikið að því að það sem við hugsum, það býr til tilfinningar. Það bara svoleiðis. Sko það fullt af hugsunum að þvælast allan daginn. Við stýrum því í rauninni ekki, það koma bara endalausar hugsunir. Það sem að hins vegar við höfum kannski einhver áhrif á hverjar þeirra við tökum og svona skoðum betur og dveljum við og ef að hugsanirnar sem við erum að hugsa mikið eru neikvæðar þá líður okkur illa, það bara svoleiðis og það hefur áhrif á hvað við gerum og ekki síst hvað við gerum ekki. Þannig ef ég fer og byrja morgunin á því að svona, þó ég hafi fylgst með alveg fram á gærkvöldið sko, hvað að gerast í sambandi við COVID, bara sem dæmi, ég get bara lofað eitthvað því og þau þekkið og ég held að allir tengi við það. Ef maður sest niður og marinerast í því í klukkutíma, skoða allar dánarfregnirnar og allt þetta hræðilega sem að gerast og neikvæða, manni líður ekkert vel. Og þá ég ekkert að segja að maður að loka augunum fyrir því sem að gerast í kringum okkur. En við höfum svolítið val það, hvað ætlum ég að dvelja lengi við það sem að veldur því að hugsanir mín að leiða til þess að mér líður ekki vel, sem hefur síðan áhrif á og ég geri þá síður það sem að einmitt rétt fyrir mig að gera. Að ég fer síður einhvern veginn og framkvæmi jákvæða hluti eða segi jákvæða, þú veist, að því að mér líður bara ekki vel. Og ekkert mál að velja bara svona rétt? Nei, það ekkert mál sko. Jú, það mál. Það standa allir frammi fyrir því. Já. Ég og þú og allir hinnir og við.
en einhvers staðar þarf maður að byrja Já. og þetta er stundum ákvörðun, það er þetta augnablik, sko ætla ég að velja A eða B, maður stundum situr frammi einhvern veginn eða stendur frammi fyrir því að maður finnur innra með sér einmitt þetta, þú veist, núna finn ég að það væri rosalega gott fyrir mig að fara bara út að labba með börnunum mínum eða maka eða einn eða hvernig sem það er, en það kemur líka önnur hugmynd sem er bara inniskór og hérna, náttbuxur og Netflix Já. og ég hef þetta val og það er svo ótrúlegt að þegar maður byrjar að svona, hvað maður segja, að slíta keðjuna, þegar maður byrjar að skora á þetta, Já. tekur fyrsta skrefið, þá hefur það jákvæð áhrif. Já. Þegar þú ferð í byrjundags og gerir eitthvað jákvætt einmitt að fara út í náttúruna, ferð og hreyfið og kemur svona líkamannum að stað, þá langar þið meira að borða holt í framhaldinu. Þú veist, þannig að þetta hefur jákvæð áhrif áfram og þú hefur jafnari orku inn í daginn sem að veldur því að þú gerir frekar það sem að kannski skipti máli og þú veist innra með þér að væri gott að gera og framkvæma og það er líka sniðugt í svona ástandi, það er að skipuleggja sér svolítið, því að það er bara staðrind að langflesti sem að vinna heima eru ekki að vinna á fullum afköstum. Það er bara ýmislegt sem kemur yfirleitt í veg fyrir það auðvitað, og ég er ekkert að fullera það séu allir, en mjög margir held ég að tengja alveg við það, það er rólegra, það hefur náttúrulega hægst á meir og minna öllu. Þannig að þá er mjög sniðugt að skipta deginu svolítið upp og maður finnur þetta eins og með börnin, að það er að þó að þau sé ekki að mæta í skóla, að þá er bara, það er vaknað klukkan þetta og heima hjá mér er sko skólabjallan er lag með The Weeknd til dæmis sem er bara mjög vinsælt í þeim núna, svona eitthvað poplag bara og það er bara, þá er vaknað og svo er bara ákveðin tími skilgreindur í það að læra. Þannig að þau eru að vakna á bara menjulegum skólatíma eða svo til. Já, svo til og fara í heimanámi sitt bara akkurat, og það er bara, þá það eru kláruð ákveðin verkefni til þess að sé líka hægt að njóta þess síðan seinni hluta dagsins að gera kannski meira þessu sem er gott, ég veit það ekki að því að síðan er það líka bara líffræðilega þannig að sko bremsan við erum með svona ákveðna bremsu sem að svona hjálpar okkur kannski að velja rétt og hún er í framheilanum sem við notum mjög mikið yfir daginn og hann verður þreyttur alveg eins og bara þegar við erum að labba allan daginn þá verður við þreytt á endanum, framheilin verður þreyttur og þessi bremsa hún virkar verr á kvöldin heldur en mótnana og þess vegna veit fólk það sem hefur einslaði það er erfiðar að standast freistingar seinnipartin heldur en í byrjundags. Það er út af þessu. Þetta er bara líffræðilegt atriði og þess vegna er svo mikilvægt að vera svolítið kætt, þú veist, og spila inn á þetta að strax í byrjundags það er mjög skemmtileg lesning og það er hægt að hlusta á það á netinu, kona sem að gáði bók sem heitir The 5 Second Rule, svona svolítið skemmtileg og flestum dettur í hug þegar matur dettur á gólfið þá var svona 5 sekúndna regla að grípa upp en það er ekki það. Hún sem sagt var mjög bara þunglind og illa haldin og komst ekki fram úr rúminu út af ýmsum ástæðum, gjaldþroti og erfileikum hjá henni og makanum eða manninum hennar. En einhvern tíma var hún að horfa á þátt þar sem að vera að skjóta geimflugaloft og það er alltaf niðurtalning, 5, 4 og hún hugsaði með sér ætli þetta virki bara svona fyrir mig, gæti ég bara í fyrramálið talið svona niður og bara farið fram úr rúminu sem hún hafði bara ekki getað í lok niðurtalningar og hún bara morgunin eftir ákvaðan að pröfu þetta, hún lá upp í rúminu, vaknaði þess að sagt og það sem hún hefði venjulega gert var að snúsa eða slökka og bara halda áfram að sofa en hún telur svona niður og bara stendur upp og þetta hafði bara ekki gerst mjög lengi og síðan fer hún að kynna sér þetta og skoða einmitt rannsóknir og hvað það er sem gerist og þarna aftur ertu einmitt með því að fara inn í þessa svona rökhugsun að telja aftur og bak þá ertu að aftengja þessa tilfinningalegu hugsun það sem þú ertu að það væri svo notalegt og það var svo erfitt í gær og guð veigur svo bátt og eitthvað þú fer fram hjá þessu og það er bara 5, 4, 3, 2, 1 af stað þú veist, það sem við erum í rauninni allan tíman að tala að við erum að fást við er hugurinn okkar það er hugarfarið, það er hugurinn sem vill sko hugbreytt ástand hann er alltaf að kalla á þetta sem að breytir því hvernig honum líður og við þurfum að vera svolítið skynsum þarna því að þegar við veljum rétt gerum það sem er rétt fyrir okkur að þá kemur sko þessi gæða líðan þá kemur þessi rétta góða líðan sem er svona nú er ég ánægður sko og það er ekkert sem hefur eins neikvæð áhrif á sjálfsvirði fólks. Það er að segja hversu mikils virði mér finnst ég sjálfur vera sem er sjálfsvirði
og sjálfsvirðing, við tölum hana í daglegu tali, sem svona athyglisvert orð, sjálfsvirði, það í rauninni 2 orð, það sjálf og virði. Já. Það sjálfið, það hver ég sem mörgum finnst oft erfitt að svara bara, hver ég? Og svo það virði, einhver verðmæti, þetta sem sagt virði byggt á því hver ég Og það ekkert sem hefur eins neikvæð áhrif á það, eins og það, að ég innst inni veit að ég get ekki treyst sjálfum mér. Þannig að þegar að ég hvað eftir annað, að upplifa það, að ég ætla ekki að fá mig bjór í kvöld, eða þú veist, ég ætla að láta nammið í friði þessa vikuna, en svo klikka ég aftur og aftur og aftur. Þá kemst ég ekki hjá því, sama hvað ég reyna að afneita því. Undir meðvitundin bara, þú getur ekki treystir. Og það mjög slæmt veganesti fyrir sjálfstraust og sjálfsvirði. Og enn og aftur, þannig að þegar við svona grípum inn í þessar aðstæður, erum meðvituð að heilin líffæri. Hann á ekki að stjórna ferðinni, hann á að þjóna okkur. Þannig að ef við látum hann ekki alveg ráða ferðinni, hugmyndirnar hans ekkert alltaf alveg frábærar, sko. Af því hann vill bara breytta ástand, honum langar bara í sykur og bjór og alls konar. Þú veist, bara deyfðu mig, þú veist, bara verð á Facebook. En það ofta ekkert góðar hugmyndir og til lengri tíma það alls ekki. Þannig að við þurfum að vera svolítið svona, þarna kemur ægin. Já. Takk fyrir þetta frábært og þarna ertu að tala sjálfið, hver við erum í innri maðurinn okkar og hversu virði og hvaða augum við lítum okkur og þetta gott. Sigurbjörg, þá snúum okkur aðeins til þín, því að nú veitir þú fórstuðu í Smárakirkju. Já, þú sömuleiðis. Já, og það gjörbreytt ástand. Algjörlega. Núna bara eftir samkomubannið var sett á og bara í stuttu máli, segðu okkur kannski bara, hvernig reka menn kirkju eða safnaðarstarf í þessu ástandi? Svona bara stuttu máli fyrst. Nákvæmlega. Við þurfum náttúrulega bara að byrja að hugsa hlutinu upp á nýtt og það kemur nú svolítið inn á það sem að Valdimar var að tala að við stjórnum svolítið hugsunum okkar, við stjórnum í rauninni líf okkar með því að hafa meira tök á hugsunum okkar og í svona andrúmi sem að við lifum í og minnst athyglisvert hvað hann búin að fara koma inn á, það margt mjög athyglisvert varðandi það hvernig við getum betur stjórnar líðan okkar og það nákvæmlega þannig, Biblían talar að við eigum að endurnýja hugsun okkar. Það að segja velja hugsun, velja aðrar hugsanir, þannig að við fáum að vita hver vilji Guðs góða, fagra og fullkomna. Þannig að það svo mikilvægt fyrir okkur að endurnýja okkur. Endurnýja þegar við erum kannski að hlusta á mjög neikvætt tal, að endurnýja okkur og að hugsa öðruvísi til þess að fá aðra niðurstöðu. Og það sem við höfum þurft að gera núna bara endurhugsa hvernig við erum í kirkju og það gott því að við viljum fá aðra niðurstöðu okkur núna og við erum meira á netinu og við erum við erum bara að gera frábæra hlut á netinu og það bara tækifæri fyrir okkur. Það tækifæri þessu eins og svo mörgu öðru. Já. Og það bara spennandi að sjá. Við erum að sjá aukningu, það mjög margir sem að horfa á samkominnar og kannski þetta tækifæri bara til framtíðar að hugsa hlutina svolítið öðruvísi. Út að við gerum hluti, við vinnum með ákveðnum hætti, svona áskoranir gera það verkum að við hugsum hlutina öðruvísi og við verðum að gera það. Og kannski það bara fyrir góðum hlutum og ég hugsa að í framtíðinni breytist mjög margt. Já, menn segja gjarnan nú þegar að það verður ekki samt fyrir og eftir COVID. Nei, akkurat. Bara heimunum verður breyttur. Ég held að það sé rétt. Þannig að þú séð þá fram á það að það mun kannski breyta hugsaðar starf sem safnaðar eins og Smárakirkju á einhvern hátt. Ég sannfærð það og ég held að við munum ná lengra og einmitt með því að fara inn á heimili fólks með þessum hætti í gegnum netið. Og líka bara, ég hugsa samfélagi sem slíkt verði þetta oftur að breyta okkur með margvíslegum hætti. Ég held að það sem að kemur í ljós núna, eins og þetta eru ekki góðar aðstæður, að þá getur margar afleiðingar orðið til góðs. Við hugsum svolítið, ég held að til dæmis samverutími með fjölskyldu. Þetta bara það sem mestu máli skiptir í lífinu og við erum oft svo ofboðslega upptekin. Við erum svo upptekin við að gera hluti sem kannski skipta ekki öllu máli
Og ég held að við Íslands samfélag og bara vestrænt samfélag, við erum alveg á hlaupum alla daga og við erum að hlaupa og gera alls konar hluti og við erum svona fann að þróa með okkur svona athyglisbrest á mörgu leyti. Við erum að gera margt í einu og það bara niðurstaðan ef maður gerir margt í einu þá gerir maður ekkert vel. Góð punktur þarna og alveg í takti við það sem að Valdimar var að tala með innri mannin. Já. Hvaða ráð myndur hafa fyrir fólk sem að vill einmitt rækta fjölskyldulífið, rækta friðinn innan með sér, rækta andlega lífið innan með sér? Er eitthvað sem þetta geta gert annað eða meira eða öðruvísi jafnvel heldur en svona í hraða lífsins dagstaglega? Eða hver myndi áherslan vera? Sko ég rosalega mikill talsmaður þess að fólk hreyfi sig, rétt eins og Valdimar gerir og talaði áðan. Mér skrýðarlega mikilvægt að hreyfa mig og ég geri það hver með einasta degi. Það að borða rétt og borða reglulega. Og hann kom inn á það varandi blóðsykurinn. Það kænska að borða reglulega upp á það að viðhalda blóðsykri til þess að maður fari ekki í óbalans. Og maður tekur eftir því að maður borða reglulega við daginn og borða betri fæðu og borðar reglulega til dæmis ávöxt og grænmeti að þá helst blóðsykurinn betur. Og maður fer síður að upplifa svona það sem maður kallar kreyfing sem getur endað í snakkinu á kvöldin og ísnum með sósunni og auðvitað getur maður alveg dottið í það og það allt í lagi og þú veist við veist ekki annars lagi, það bara gerist en aðalatriði ég hugsa þetta 80-20 að vera svona 80% á beinu brautinni og leyfa sér svona 20% eitthvað sem kannski ekki alveg fullkomið. Það sem ég heyri segja núna þá er að það er nauðsynlegt að líta heilstætt á lífið. Þetta er ekki bara annarkvort ertu mjög andlegur og lifir ykkur trúarlífi eða þú ert bara í líkamsræktinni. Þetta heildin einhvern veginn skapar þessa heilbrigðu manneskju. Alveg klárt mál og ég myndi líka hvetja fólk til að biðja. Hugleiða. Það afskaplega mikilvægt fyrir innri frið og núna þegar skapast tími að fólk skapi sér venjur sem að búa til árangur. Við erum ekkert nema vanin. Þegar ég fer í ræktina þá fer ég yfirleitt í sama skápinn minn í ræktinni og ég hengi fötin minn, þið viti hvernig við erum. Við erum ekkert nema vanin. Skapa okkur venjur sem að búa til árangur, hvort sem að það varandi fjölskylduna, samtal við fjölskyldu, það sem að við gerum saman sem heild, sem einstaklingar, búa til venjur sem að gera það verkum að við lifum heilbrigðu og andlegu lífi. Já, þetta gott. Hvað segið þið þá, segjum sem svo að það sé einhver bara fjölskylda sem að hlusta á okkur núna og getur tekið undir allt sem við erum að segja. Já, þetta hljómar mjög vel og þetta hljómar allt satt og rétt og ég þarf endilega að gera þetta. En heima mér bara ástandi ekki svona. Þar bara allt í rúst. Við höfum ekki verið svona mikið saman síðan bara, þú veist, áður við giftum okkur. Þú veist, við erum bara alltaf saman öllum stundum og börnin að gera mig vitlausan og það alltaf haus og ég fann að skella hurðum og ég veit ekki hvað ekki í gangi. Það kannski eitthvað svona sem bara, sem að samskiptarnándin bara orðin of mikil. Og erum við með einhver skref, einhverja ráðleggingu til þess að greiða úr flækinn og hugsanlega hjálpa þessu fólki sem í þessari stöðu? Viltu að ég svari? Já, Valdimar. Bara hugmyndir. Já, bara hugmyndir. Það margar hugmyndir góðar og ég held að við höggum bara áfram í þessu sömu knýrum og eins og Sippa var að segja, ég man ekki hvort það var Filippíubréfið verið ekki hugsjúkun neitt. Og í beinu framhaldi að því bara hvatning til að biðja. Hvað hugsýki? Hugsýki auðvitað, við tölum mjög mikið í dag þráhyggju. Við tölum að vera með þráhyggju hugsanir sem nú svona ofnotaða því að þráhyggja tengt áráttu hegðun. Þú veist, að kveikja slökk á ljósi 4 sinnum áður nú ferð og allt það En við notum þetta mjög svona lauslega að vera með þráhyggju hugsanir. Það að hugsa stöðugt sömu hlutina. Og enn og aftur, þá þetta baráttan að það óhjákvæmilegt ef þú ætlar að fylgjast með fjölmiðlum sem eru allir í rauninni þeirra lifibrauð felst í því að hneyksla og búa til ótta
við skulum ekki gleyma því. Það mjög áhugavert að skoða bara daginn var einhver umræðum það að við værum öll farin á fyllir því að það er COVID, af því að það var aukin sala á áfengi. Ef þú skoðar fréttina betur þá var þetta einhver einn ákveðin dagur og ég er ekkert að segja til hvort það er aukin áfengisala eða ekki, en einn ákveðin dag í vikunni fyrir einhverjum 2-3 vikum síðan var 8% aukning í sölu áfengis. Það var ekki hins vegar fyrirsögnin að dagana þar á undan var minnisala heldur en sömu daga í fyrra á áfengi. Þannig að sko hver var fyrirsögnin? Bara nú varum við farin að drekka meira. Aukin áfengisneysla í COVID, já, bara svo tenging sko. Það er rauninni verið að búa til neikvæðar fréttir, rauninni áhyggjur, eitthvað til að hneykslast yfir, af því að það er það sem við skoðum. Það er bara búið að mæla það og það er búið að reyna að vera með jákvæða fjölmiðla og þeir virka ekki. Af því að við erum, þannig er hugurinn okkar aftur, hann er að fá ákveðna boðefna breytingu þegar það verður eitthvað svona sjokkering og við sækjum í þetta. Þannig að ef þú ætlar að vera að lesa þetta yfir daginn, þá verður þú hugsjúkur. Þú hugsar ekki neitt annað. En alveg eins og Reitniki segir, að þá eigum við að biðja og það kemur mér síðan í beinu framhald af því að friður Guðs sem er öllum mannlegum skilningi ofar mun færast yfir hjartað þetta. Ég veit ekki með ykkur, en það er svona djúsin sem ég er að leita, sko. Já. Það er þessi friður. Sammála því. Og þarna finnst mér við vera komin aftur á aðalatriðinu. Þetta er eins og í flugvélunum. Ég man alltaf fyrst þegar það kom leiðbeiningin með að sko setja á sig grímuna. Byrjaði að setja á sig grímuna, svo ferði að hugsa um barnið þitt. Og ég hugsaði maður horfði á kannski dóttir mína þá yngsta, sko, bara guð mig góður. Á ég að byrja á mér, þetta litla skott, ég fekk alveg hjarta, sko. En ég get ekkert hjálpað henni ef ég er kafnaður, sko. Það er hugmyndin. Þannig að sko ef ég, og það er það góða við þetta, að ég get borið ábyrgð á þessu. Það er ekki sko undir öðrum komið í rauninni hvernig heimilislífið mitt er. Ég get haft bara veruleg áhrif á það, ég get borið ábyrgð með því að gera það sem er rétt fyrir mig í staðinn fyrir það sem hugurinn minn segir að nú væri gott. Þannig að ef ég byrja daginn vel, stimpla mig inn, hreyfi mig geri aðeins að við ætlum nú að hljóma eins og við séum með eitthvað svona, hvað ég að segja, sérfræði fitnessprógram þekking og mataræðis ráðgjöf það reynst ykkur vel en gott og vel. Þarna kemur auðvitað þetta andlega inni líka og þetta helst allt í hendur. Ég meina, ég upplifi aldrei sterkar held ég andlegt líf heldur nefnt út í náttúrunni og í tengslu við hreyfinguna og í beinu framhald af henni. Af því að þá er maður búin að hreinsa út svona, þú veist, þetta dótari og maður er bara einhvern veginn til staðar, sko. Þannig að ég get valið það, borið ábyrgð, tekið þetta fyrsta skref og gert muniði, af því að alveg eins og ég var að segja á þann að sko neikvæð hugsun býr til neikvæða tilfinningu sem að hefur neikvæð áhrif á hvað við gerum. Það er líka búið að sýna fram að við getum snúið þessu við. Af því að maður getur sagt við einhvern, hei, hætt að vera svona neikvæður, hugsaði jákvætt og fólk bara, já, einmitt, ef það væri svona einfalt, sko. En nei, það er líka hægt að snúið þessu við. Þú getur gert jákvæða hluti, þó þú sést með neikvæðt hugafar. Þú getur farið að byrja að gera góða hluti, jákvæða hluti, þá ferðir að líða betur og þá ferð að hugsa jákvæður. Þannig að þú getur snúið formúlunni við. Og það er búið að sýna fram á það. Þess vegna er alltaf verið bæði í starfsendurhæfingu, virkni, bara út allt þá er verið að hvetja til þess að gera, að framkvæma jákvæða hluti, að búa til virkni og það þarf ekki að vera neitt að hjá okkur til þess að þetta eigi við. Og búa líka til venjur, þú veist, að það séu jákvæða venjur sem að síðan skapa einmitt ákveðu hugafar eins og nefndir. Algjörlega. Hjá mér hjálpaði það mjög mikið á sínu tíma í kringum hrunið. Út af þetta er svolítið svona spegla hrunið. Það eru allar fréttir eru COVID, eru síðan efnahagsleg þrengingar sem að við erum að gangi í gegnum í kjölfarið. Fyrir suma geti líka verið bara mjög mikið svar að slökkva fréttunum. Ekki horfa á alla fréttatíma, ekki bara hlusta á þetta. Þú veist, í þessum kringumstæðum við getum í sjálfu sér opbóðslega lítið gert í því sem er í gangi, en við getum vendað okkur. Og fyrir mér hjálpar það stundum ef að það er bara of mikið og ég finn þetta bara farið að hafa áhrif á mig, þá geymi ég fréttatímana. Ég er jafnvel ekki að horfa eða inn á MBL stöðulega, veist, refresh og þetta var bara þannig á tímabili, maður bara
það var svo mikil skelfing og það var svo mikil ótti og ótti og skelfing þetta grípur fólk og það hreiðrar sig og þá einmitt svo mikilvægt að maður taki ákvörðunum að stíga út úr því og gera eitthvað sem maður kannski skiptir máli og byggja mann upp og fara að hugsa jákvæðar hugsanir. En erum við þá að tala kannski í þessum kringumstæðum þar sem að fólk að berjast við óttar, berjast við þessar kannski neikvæðu hugsanir og jafnvel það ekki með regluna heima fyrir eins og þörf á til þess að halda út bara, að halda sjó. Erum við að tala kannski þarna, mér heyrist þið verið að segja þá að það fyrir að reyna að laga allt í kringu sig, þá byrjum við á sjá okkur sjálfum og tökum ábyrgð, berum ábyrgð okkar eigin lífi fyrst. Já, ekki nokkuð spurning og eins og ég sagði það eru góðu fréttirnar af því að það ekki undir neinum öðrum komið. Nei. Þú hefur algjörlega stjórn á því eða getur það. Þannig að þú getur byrjað. Þú þarft ekki að bíða eftir neinum, þú þarft ekki, konaðin þarf ekki að vera stöðu til þess eða hvað sem eða hverja sem ef þú átt konu eða ekki, eða það skiptir engu máli hverja aðstæðnar þú getur bara tekið ákvörðun að byrja. Það þýðir ekkert þess að nota triksi hjá Adam, þannig að Guð, það var konan sem þú gafst mér. Þetta allt henni að kenna, sko. Það þýðir ekki. En svo má ekki gleyma því að við líka talandi ábyrgð að við sem eigum börn, við auðvitað líka sko, hvert leitum við til þess að því að, við erum að tala fullorðið fólk að við upplifum ótta og áhyggjur og jafnvel kvíða og verðum mögulega hugsjúk ef við liggjum mjög mikið yfir þessum fréttum og þessum alvarleika. Og það óþægileg tilfinning, bara mjög vond. Fólk upplifir sig bara í frjálsu falli og býtu hvað að gerast og þá förum við svona að reyna að grípa eitthvað, þú veist, eitthvað staðar að fá eitthvað svona festu, að fá eitthvað öryggi. Og það getur verið fólki í því að tala við eitthvað. Þú veist, ég tala kannski við eitthvað sem að svona ég lít þannig á að þetta aðili sem ég hlusta á þegar hann talar og hann svona gefur mér eitthvað svona, þú veist, ef hann segir, þetta allt í góðu, þetta mun líða hjá og við gerum bara svona og hafðu ekki ágjör, þá svona, líður mér kannski aðeins betur. Þá ég svolítið að segja, ég eiginlega svona set hann sem minn æðri mátt, þennan aðila, þú veist, ég trúi á trúna hans, meira en mína eigin, hún gefur mér eitthvað. Og svo getum við fært þetta lengra og þeir sem auðvitað svona eiga trú, þeir örglega, ég veit ekki, ég allavega gerir það, nota það, þú veist, að geta tala við minn æðri mátt, við tala við Guð og ég finn svona, það verður allt í lagi, þú veist, það bara, það eitthvað algjört traust þar, að hann muni fyrir sjá og allt svoleiðis. En hugsið ykkur ef sko, þessi vinur okkar sem við ætluðum að tala við eða ef að Guð myndi bara birtast okkur og segja, veistu það Valdimar, það þýðir ekkert að tala við mig, ég bara skítlófandi hræddur og kvíðil og bara ég sé ekkert fyrir endan á þessu og ég ætlaði mitt að koma til þín bara og getur þú ekki ráðgjöf. Já, og hér skjálfum við bara tveir saman, ég meina hugsið ykkur hvað það væri óþægilegt. Við erum æðri mætti barnan okkar. Við erum þau sem að þau líta til. Við erum öryggið þeirra. Þannig að það er mjög mikilvægt að við veitum þeim það, segjum þeim það, sýnum þeim það. Það verður allt í lagi. Þú getur alltaf, þú veist, alltaf til staðar fyrir þig, við erum örugg, ég mun veita þér öryggi, þú veist, og aftur kemur þetta sama staðin. Ef það er friður innra með mér, ef ég svona hlúi að grunninu mínum, ef ég setja á mig grímuna, hljómar kannski eigingjant en svona í byrjun dags nota tíma fyrir til þess að byggja mig upp, þá hef ég bara þetta að gefa yfir daginn og get þannig einhvern veginn búið til frið og ró fyrir aðra og verið til staðar. Ef ég geri það ekki, ligg bara í rúminu, sefa aðeins frammettur og fæ mér svo pönnukökur. Það mjög líklegt að ég sé bara ekki. Við erum að hlúa vel á okkur. Já, það engin spurning. Til að geta hlúað börnunum. Algjörlega. Ég var að hugsa með börnin hvað þau eru raunverulega bara háð því að við segjum að hlutinni verði í lagi. Þegar við meiðum okkur muniði og það var blóð á læruna því þú dast í mölunni í fótbolta eða eitthvað stíl og þú góðst greinandi inn og svo kissir mamma bátið. Það fór ekkert. Það var ennþá að allt orðið í lagi. Já, en það var allt í lagi. Já, bara, þetta verður í lagi, og þá bara vissur að þetta myndi verið í lagi. Akkurat. Þau skynja það alveg ef við erum ekki í lagi. Já.
Þannig að þó að sé ekki nema bara það Já. að þá það að bera okkur bara hreinlega, gera það sem við getum, það sem í okkar valdi, að bera ábyrgð á því að sinna okkur. Og það bara svo gott. Ég algjörlega hjartanlega sammála þessu og það sem að við tölum mjög frjálslega þessi mál við börnin okkar en við erum ekki hrædd og hvorugt okkar. Ég og allir erum ekki smeyk í þessum kringumstæðum en við höfum fulla skilning á því að fólk sé það og ég finna hjá börnunum út að það bara mjög mikið talað þetta í skólanum og annað þannig að eðlilega vakna spurningar en við höfum svolítið svona reynd að bara tala þetta bara með opinskáum hætti ekki samt í ykkur svona frekar með það að leiðarljósi að þetta mun taka enda. Þetta bara tímabil sem við erum að fara í gegnum núna sem ekki gott tímabil en við höfum farið í gegnum erfið tímabil áður. Hvað myndirðu segja það hefur, ég veit tilfelli núna jafnvel í þessu fári sem núna en oft í gegnum tíðina þegar kemur eitthvað svona sækir að þá eru margir eða sumir kristnir sem telja það bara til vantrúar að vera eitthvað hlust á þetta sko. Þú bara í trú og þú verður ekkert lasin og hættu þessu bara þarna. Og jafnvel heyrum kirkjurnar hefur heyrt núna út í heimi sem að taka þessa afstöðu gagnvart kórónuveirunni. Þetta endilega svoleiðis? Það vantrú að fara varlega? Nei, mér finnst það algjör fásin. Já. Algjör fásin og við erum að sjálfsögja að fara eftir öllum tilmælum og bara hlýta þeim. Og ég held líka bara, það vantrú að setja á sig opnhanska, að fara inn í opn og ná í heita, það vantrú? Já, sumir gætu haldið það kannski. Já, þú veist, þá getum við flokka svo margt undir vantrú. Já, sko, vantrú að setja á sig bílbelt í bíl? Aha. Nei, það ekki vantrú. Þú veist, en Guð hefur gefið okkur frjálsan vilja og við verum að passa hvernig við förum með þá hluti. Og þessi forstöðumaður sem að hvatti fólk til að koma í kirkjuna og haldast í hendur, ég bara algjörlega ósammálan. Enda var hann handtekinn í Bandaríkjunum. Já, og ég skilða vel út af því í þessu andrúmi þá það beinlínis hættulegt. Og við eigum að hlýta tilmælum. Annað bara fásinna að mínu mati. Já. En að móti kemur að það verður að passa að búa ekki til innan ótta, ekki innan kvíða, ekki óþarfa. Nei. En hins vegar, veist, við erum náttúrulega það stálpi börn, við erum 16 ára, þannig við tölum kannski öðruvísi við þau. Já. Og auðvitað fer það eftir aldri, hvort að þú yfir höfu talar við börnin þessi mál eða kannski vita þau bara ekki neitt. En ég kannski ekki sérfræðingur Valdimar svara því miklu betur en ég. En aðalatriðið að maður byggir sjálfa sig upp. Ég þarf að vera besta útgáfan af mér og það skiptir svo miklu máli að þessum tíma þegar mitt allt riðilast að ég sé tengd Guði, að ég fái mína næringu á réttum stað, bæði andlega og náttúrulega og að við sem að gera hluti sem að byggja undir heilsu, andlega, líkamlega, sálarlega heilsu okkar. Það skiptir bara mjög miklu máli. Þetta dásalegt, þetta gott. Tíminn hleypur frá okkur og bráðum erum við búið með þann tíma sem við ætlum okkur í þetta en við gætum sennilega að spjalla hérna bara, ég segi kannski ekki endalaust en langt í það. Þannig að ég held að það kannski sé bara tilefni að hittast aftur og að taka annan snúning á öðrum efnum. Klárlega. Það ekki? Já, ekki spurning. En svona lokum samt, einhvað sem að þið viljið koma til skila til áhorfenda sem að hlusta á ykkur núna? Eitthvað svona loka orð eða hvatning eða hvaða nú Viltu að ég byrji? Já. Já, það bara þetta bara brosum, sko. Þú veist, eins og Sibba sagði áðan að sum börn eru kannski svo unga, þau vita ekkert hvað að gerast og þarf ekki að ræða þetta við þau. Það nú kannski svolítið lykill, sko, í því sem við erum að tala sko. Við erum auðvitað mötuð á upplýsingum og hugsið ykkur að við byggjum bara eitthvað starf í afdölum, eitthvað starf í sveit og það væri bara ekkert samband, hvorki síman né net og við væri bara ekkert meðvituð þetta ástand og hefðum bara farið út í fjárhúsið í morgun og þið vitið og bara átt notalegan dag. Þá getur maður svona átt að segja á því að maður setur upp svona sviðsmynd að þetta byggir svo mikið á þeim upplýsingu sem maður að fá. Þannig að það bara það að láta þetta ekki ná tökum á sér, stíga og einmitt út fyrir. Hún talaði að koma upp góðum venjum sem að skila árangri sem þýðir oft að fara úr
öðrum venjum sem að skila ekki Já, árangri. já. Þannig að þetta er rauninni að breyta venjum ef að þeir eru ekki góðar. Og þá er það að stíga svona fyrstu skrefin í því. Ég var einu sinni mjög þakkláttur fyrir það að kom frægur íslensku leikari í tíma þar sem ég var í háskólanum einu svona að sagði okkur söguna sína og hann sagði frá því að leiklistaferillinn hans var á þeim stað á einum tímapunkti að eina hlutverki sem honum bauðst var að leika tré í leikhúsi að standa kyrr á sviðinu og vera tré. Ég hef leikið tré. Já, til að hafa ekki við það. En honum þótti þetta ekki í takt við hans svona metnað og væntingar, skulum við segja. Honum langaði virkilega að verða leikari og svona komast áfram þar en þarna var hann staddur og hann áttaði sig á því að sennilega væru hans hugmyndir og venjur ekki að hjálpa honum eða eitthvað væri allavega ekki að virka og hann talaði við góðan mann sem að benda honum á þetta. Kannski þyrfti hann að breyta venjum. Kannski þyrfti hann að fara að gera nýja hluti og honum fannst þetta fyrst svona pínu svona pirrandi og ég er ekkert að gera alltaf sömu hlutin og svo fór hann að skoða þetta og áttaði sig á því að hann borðaði alltaf sama morgunmatinn og fór alltaf sömu leiðina í sömu sundlaugina og í sama skápinn og sama pottin og hitti alltaf sama fólkið. Þannig að hann fór að skora á sig með þetta og svona slefti morgunmatnum einn morguninn og lappaði í staðinn fyrir á bílnum og fór aðra leið heldur hann var vanur og valdi sér nýjan skáp viljandi og fór að living on the edge. Fór og synti 5 ferðir í staðinn fyrir að fara beint í pottinn og hægt og rólega fer hann þá að tengjast og hitta annað fólk, fá nýjar hugmyndir og líða öðru sig. Og þetta er frægasti leikari Íslands í dag sem getur valið úr hlutverkum á Íslandi og erlendis. Og hann sagði bara berum orðum þetta er ástæðan. Það er að ég breytti, ég fór úr þessu hjólfari sem ég var í þar sem ég einhvern veginn endaði alltaf á sama stað bara tréð í leikhúsinu og einmitt skapaði nýjar venjur sem leiddu til árangurs. Frábært. Sibba. Já, mér langar bara til þess að taka undir það sem Valdimar var að segja. Þetta er bara, það er lykill að fara út úr slæmu hugafari. Biblían kennir að ef við endur nýjum hugsun okkar, hugsum hlutuna upp á nýtt, að þá fáum við aðra niðurstöðu. Ef við gerum hlutuna, ef við búum til aðra venjur, aðrar hugsanir sem að búa líka til aðra tilfinningar. Það snýst svo mikið um það og leið og við náum tökum á því og við þurfum ekki að ná tökum á að hugsa alltaf rétt út af það getur það enginn. En leið og þú ert farin að huglega það sem er gott, fagurt og göfugt, ritningin kennir það líka, að það er svo mikið blessun í því. Þannig að í staðin fyrir að vera að mata okkur endalaust á COVID og því sem er að gerast, áttum okkur á tækifærunum sem eru fólkin í því að breyta hugsun okkar og upplifa eitthvað ávöxt af því sem eru jákvæði fyrir líf okkar, eitthvað blessun, eitthvað nýtt. Út af því í þessum aðstæðum eru gríðarleg tækifæri fyrir fjölskyldu að koma saman, að setja okkur ný markmið, búa til nýjar venjur og tengja við með nýjum hætti. Verða andlegur. Út af það skiptir svo miklu máli. Út af þá hefur súrefnisskrímuna og þú getur miðla mildilega í kringum þig. Út af þú hefur eitthvað að gefa. Það eru heyrt að margir nota tækifæri núna og mála íbúðina sínar. Kannski gott að nota tækifæri og mála líf sitt upp á nýtt. Brjóta upp mennur og búa til eitthvað nýtt. Til góðs. Það er allavega komið nýr stríi. Það er allt breytt. Það er nýr stríi komið. Það möguleiki. Það er svona svolítið nústilt. Þannig að þetta er gott tækifæri til þess. Góð punktur. Bestu þakkir Valdimar Þór og Sigurbjörg, eða Sibba eins og við kallum hana. Og yndislega best sem Sibba, er það ekki? Jú. Já, við fáum að kalla hana Sibba áfram. En Sigurbjörg heitir fullu nafni. Og kæru vinir, þakka ykkur fyrir að vera með okkur í þessu spjalli í Smárakirkju. Við munum hittast aftur áður langt líður. Guð blessi ykkur öll.